Í þessu vídeói er smá bónusefni eða aukaefni þáttun sem er kannski aðeins flóknara og ekki skylda. Við erum vön að þátta með því að taka út fyrir sviga og öllum finnst auðvelt að taka upsilon út fyrir sviga hér. Upsilon má vera fyrir framan svigan en það má líka vera fyrir aftan svigan. Þetta er alveg jafngild þáttun. En ef við eigum að þátta eitthvað eins og þetta, þá finnst manni til að byrja með bara pínu skrítið að eigi að þátta. Af því að ef við sjáum svona sviga með tölum, þá líður okkur bara eins og við erum að margfaldinni svigana. En það er kannski alltaf í lagi líka. En ef við erum beðin um að þátta, þá eigum við að reyna að horfa þá á þessa tvo liði og reyna að taka það sem er sameiginlegt út fyrir sviga. Í dæminu undan er það miklu auðveldara því við sjáum að upsilon er fyrir framan svigan og er sameiginlegt hérna. En málið er að það er nákvæmlega sami í gangi hér. A plus 1 er sameiginlegt hér og hér. Það er bara sami hluturinn tvisvar. Nú sjáum við, þetta er bara sama dæmið. X upsilon plus 2 upsilon, x putti plus 2 putti. Það bara skiptir engu máli hver sameiginlegi hluturinn er. Bara vill til að hér er það einhver svíi. Þess vegna köllum við þetta að taka sviga út fyrir sviga og alveg eins og ég tek upsilon út fyrir svigan hérna, þá get ég tekið svigan sjálfan a plus 1 út fyrir sviga og takk eftir að þetta er nákvæmlega eins og upsilonið hér. Og inn í svigan kemur þá í rauninni nákvæmlega það sama, x plus 2, af því að a plus 1 margfaldast við x og verður þetta hér og a plus 1 margfaldast við tvistinn og verður þessu hér. Þannig að þetta er í rauninni ekki svo snúið en verður ruglingslegt að því að við erum með heilan sviga fyrir framan sviga og við erum bara ekki vön að hugsa það þannig. Okkur líður betur að vera með einn stakan þátt sem er án sviga eins og upsilon. En hugmyndin er nákvæmlega svo sama. Svona getur verið hluti af stærri dæmum eins og þessu, það sem er bara mjög ruglingslegt að það sé yfir höfuð eitthvað hægt að þátta. En ástæðan fyrir því að það er stundum hægt er að við getum tekið eitthvað út fyrir sviga sem svona millileik. Ef við getum til dæmis þátta þessa tvo og fundið svo eitthvað sameiginlegt og klára dæmið þannig, þá getum við kannski þáttað. Þannig að ég horfa á þessa tvo hérna og það er auðvelt að þátta þá a í öðru b og a í öðru c hlýtur að eiga a í öðru sameiginlegt. Þannig að við tökum það út fyrir sviga og fáum þá hérna b plus c, það er auðvelt. Málið er bara að við erum ekkert endilega vön að hugsa þetta svona því við viljum helst venjulega þátta allt í einu en í þessum dæmum þá þurfum við svona millileik. Svo þátta ég þetta, þannig að það kemur plúsinn á milli. Hér er sameiginlegt greinilega b í öðru sem ég geti ekki út fyrir sviga og inn í svigan kemur þá b plus c. Og ástæðan fyrir því að þetta gagnast eitthvað er að nú er ég komið með svipað munstur á áðan. Ég er með tvo liði, eitt plúsinn á milli og liðirnir eiga eitthvað sameiginlegt. Það sem er undir fingrunum mínum er nákvæmlega sami hluturinn. Þannig að ef þeir eiga eitthvað sameiginlegt þá getum við tekið það út fyrir sviga. Þannig að við tökum hérna svigan sjálfan, b plus c út fyrir sviga og hugsaum það með okkur. Hvað kemur inn í svigan? Ja, b plus c er margfaldast hérna við a í öðru, það stendur þá hér. Og hér við b í öðru og það stendur þá hér. Hérna er þá búinn. Ef manni finnst þetta ruglingslegt, þá getur verið sniðugt að breyta sviganum bara í eitthvað annað tá, eins og hérna a í öðru x plus b í öðru x. Og nú þætti manni auðvelt að þátta, að þegar við sjáum að x er sameiginlegt, tækjum x út fyrir sviga og inn í svigan kæmi a í öðru plus b í öðru. Þannig að þetta er nákvæmlega sami hluturinn. Það sem gerir þetta bara ruglingslegt er að það er svíinn sjálfur sem við tökum út fyrir hér, sem flækir aðeins málið. Þetta er annað dæmi og svipuðum toga. Ef við erum að þátta svona 4 liði, þá lendum við yfirlega í vandræðum nema okkur detti eitthvað svona trix í hug. Hér getum við líka horft á fyrstu 2 liðina og svo næstu 2. Í fyrstu 2 tek ég x út fyrir sviga og fæ þá a plus b og í næstu 2 upsilon. Og af því að ég fæ líka a plus b inn í svigan hérna, þá er ég aftur í góðum málum. Hér eru sameiginlegur þáttur í þessum 2 liðum. Þannig að ég myndi vilja taka a plus b út fyrir svigan og inn í svigan kemur þá x plus y. Hérna er ég aftur að taka sviga út fyrir sviga.
önnur svipuð hugmynd sem getur verið snúin en við getum samt skilið með því að æfa okkur byggist á samokkareglunni. Ef ég er með eitthvað einfalt eins og a í öðru mínus b í öðru, þá erum við vön að við getum skrifað það einhvern veginn svona a plus b, a mínus b. Þetta eru ekki fréttir fyrir okkur. En ef annar svíinn er bara eitthvað annað í öðru veldi, segjum að það sé bara eitthvað sem er undir puttanum mínum í öðru veldi mínus b í öðru veldi. Hvernig myndum við þátta það? Við vitum að ef þetta munstur er svona, þá get ég alltaf notað bara nákvæmlega sömu hugmyndu á þann. Það er eitthvað sem er undir puttanum mínum plus b og eitthvað sem er undir puttanum mínum mínus b. Og hvað er undir puttanum mínum? Já, búum það bara til. Ég ætla að gæti staðið hérna Coco Puffs. Ef það væri Coco Puffs í öðru, þá myndi standa hérna Coco Puffs plus b, Coco Puffs mínus b. Ef við setjum eitthvað annað, eins og til dæmis x, þá myndi standa x plus b og x mínus b. Ekkert flókið við það heldur. En manni getur fundist það ruglandi, aftur eins og við setjum á í dæminu áðan, ef við setjum hérna sviga. Segjum bara hérna sé svíinn x mínus 7. Og aftur, manni finnst kannski skrítið að verkefni núna sé að þátta, af því að ef við sjáum sviga, þá erum við bara vön að margfalda upp úr honum. En ef við nota nákvæmlega sömu hugmyndu áðan, þar sem hérna kom bara a, sem var talan í öðru veldi, hérna er þá svíinn x mínus 7, þá formlega séð getum við bara að nota nákvæmlega sömu aðferð. Það er svíinn x mínus 7, ekki í öðru veldi, hann var það á hann. Svíinn x mínus 7 og hérna er svíinn x mínus 7 líka. Svo getur maður velt fyrir sér, skiptir þessi svíi einhverju máli? Og við þykjumst vita það frá því sem við höfum lært að svigar sem eru ekki með mínusir framan í svona dæmi og enga reikniðagerð hafa enga merkingu, þannig að einfaldara væri bara að segja x mínus 7 og þá plus b og x mínus 7 mínus b. Þannig að svona getur maður þáttað með samokkareglunni kannski pínlítið óvænta hluti. Og í stærri dæmi gæti þetta kannski komið einhvern veginn svona út, þar sem að ég er aftur með 4 liði svipað á þann. Og ég get hugsað með mér, ok, get ég kannski þáttað fyrstu 2. Og já, ég get ekki x út úr þessu hérna. Og kannski get ég þáttað þetta líka, ef við myndum bara prófa hérna, þáttum fyrstu 2, þá fæ ég x svíinn x mínus 6. Þetta get ég þáttað með samokkareglunni. 3 plus b, 3 mínus b. Svo er spurning, hjálpar þetta mér eitthvað? Ég get ekki tekið sviga út úr sviga, af því ég er ekki með sameiginlegan sviga. Ég get ekki þáttað með samokkareglu eins og þann, þannig að ég er greinilega bara í vandræðum. Þannig að þetta virðist bara ekki vera rétt leið. Þannig að það er spurning hvort þið getið gert eitthvað annað. Og við tökum eftir því að hér er hægt að þátta með ferningsreglunni. Þetta verður þá, við erum komið 2 jafnamerki í dag, við skulum gera svona. Þetta þáttast upp í sem x mínus 3 í öðru og mínus b í öðru er bara áfram óbreyttur. Og hér er eina ástæðan fyrir því að það skiptir stundum máli að skrifa svona þáttun með veldi þó að megi oftast hafa svigar hlið við hlið. Og nú reynum við að klára dæmið með því að hugsa með okkur. Get ég einhvern veginn þáttað aftur og alveg eins og ég var að gera hérna rétt á hann. Ef það er svíi í öðru mínus eitthvað annað í öðru, bara alltaf þetta munstur, eitthvað sem er undir putta í öðru veldi, mínus eitthvað sem er undir eitthvað annar ferningstala, getum við alltaf þáttað í 2 sviga. Það hlýtur að vera plus b og svo annað svigi, það sem stendur mínus b. Og hvað er hitt? Nú er ekki a eða x eða neitt, heldur allur þessi svigi í heild sinni, x mínus 3 og x mínus 3. Hann kemur bara 2 svar óbreyttur og ég þarf ekki að halda sviganum eins og vorum að læra hérna áðan. Nú, almennt séð, þá getum við spáð í því hvernig við þáttum þá svona 4 liði saman í 2 sviga. Og hérna eru 2 dæmi til að pæla í þessu. Það sem við notum í rauninni sitt hvora aðferðina. Og maður veit ekkert endilega auðveldlega fyrirfram hvora aðferðina er hægt að nota, hvort þessi yfir höfuð hægt að þátta. Og hérna er svona smá gátlisti til að hugsa um.
Það fyrsta sem við viljum velta fyrir okkur, hægt að nota einhvers staðar ferningsregluna? Ef það hægt, þá getum við nota trikkið með því að þátta síðan svigan og nota síðan samokregluna. En ef það ekki hægt, athugum þá hvort við getum þáttað þessa liði 2 og 2 saman, þannig að það hjálpa okkur eitthvað, það er að segja fáum 2 eins sviga, af því þá getum við klárað dæmið með því að taka sviga út fyrir sviga. Þannig að ég ætla að horfa þá á þessi 2 dæmi hérna og velta fyrir mér, get ég notað ferningsregluna? Það er erfitt að sjá að ferningsreglan kom einhvers staðar inn hérna. Ég er með x í 3. veldi og það virðist svona hálf eitthvað vonlaust. En ætli ég geti það hér. Já, einn klassísk ferningsregla. Við getum skrifað a mínus b í sviga í öðru veldi og þá mínus c í öðru. Og ástæðan fyrir því að þetta hjálpar er að við getum núna nota samokregluna á þetta því að það eru 2 hlutir í öðru veldi. Og þetta getum við þá klárað með a mínus b plus c og a mínus b mínus c. Í hinu dæminu fannst okkur eins og við getum ekki nota þessa ferningsreglu, þannig að við fáum þá hina hugmyndina, getum við þáttað þessa liði 2 og 2 saman og vonast til þess að geta tekið sviga út fyrir sviga. Og við horfum á þessa 2, getum við þáttað þá saman, já, ég get tekið x út fyrir sviga og fæ þá x plus y. Svo horfum ég á þessa hér og ég sé að þeir eiga til dæmis fjarka sameiginlegan og mér segja mínus 4, þannig að ég ætla að skrifa mínus 4 hér og inn í svigan kemur x plus y, af því að hér fæ ég mínus 4x og svo mínus 4y hérna. Og ástæðan fyrir því að þetta hjálpar okkur er að nú erum við komið 2 eins sviga og við getum þá nota trikkið með sviga út fyrir sviga eins og áðan. Og tökum þá svigan x plus y út fyrir og inn í þennan sviga kemur þá x í öðru mínus 4, svipað vorum að læra á hann. Og stundum erum við búin núna, en að því við eigum alltaf full þátta, þá horfum við á þennan sviga hérna og sjáum að við getum þátta meira. Við getum þátta aftur og ef við getum það, þá verðum við að klára. Fáum hérna x plus 2 og x mínus 2. Og þetta er fínt svar. En svona dæmi geta verið svolítið snúin.